Erfðafræðilegur fjölbreytileiki er í raun hve fjölbreytt eða ólíkt erfðaefni er hjá einstaklingum innan sömu tegundar. Eftir því sem að erfðaefni er meira eins, þá er lítill erfðafræðilegur fjölbreytileiki, en ef það er mikið ólíka einstaklinga út af mismunandi erfðaefni, þá er fjölbreytileikin mikill. Við getum svolítið hugsað þetta eins og ef það væri engin fjölbreytileiki, þá væri allir eins. Og ef það verða breytingar, hvort sem það er sjúkdómur eða breytingar á umhverfi eða breyting á fæðu eða óvinum eða einhverju, þá annarkvort kunna allir að díla við það eða engin. Og það gefur augaleið að það er ekki mjög sniðugt. Þannig eftir því sem að erfðafræðilegur fjölbreytileiki er meiri, þá eru einstaklingarnir ólíkari og þar af leiðandi líklegra að einhverjir lifi af breyttar aðstæður. Ef að tegund fækkar mjög mikið, þá getur verið hættulegt ef að erfðafræðilegur fjölbreytileiki verður of lítill af þessum ástæðum. Því að þá geta einstaklingarnir orðið of einsleitir og tegundin nær þá ekki eins að bregðast við breyttum aðstæðum.